Næst ætla þess að Þuríður Jóhannesdóttir frá Menntavísindasviði að kynna fyrir okkur niðurstöðu skýrslu samræmingu. Best var að opna það beint þarna legunni búin að opna það bara þarna. Já, komið þær. Uppnöfnir greitt með að laga hljóðið. Já, ok. Ertu ennþá að laga hljóðið? Já, skipta hendur aftur í. Þetta er svo fá að heyra að lína það hérna. Já, ég má bara kynna þessa skýrslu, en ég vildi að það hefði passandi núna að ég var með söguna í kenna og alveg hleðst eins og þessa. Ég er akkurat að vinna í því núna. Ég er svona vonandi á svona seinustu metrunum við doktorsritgerð þar sem ég er rannsaka fjarnámið í Kennó. Og ég hef verið vestur á fjörðum, ég get náttúrulega sagt það, ég sem hægt að segja alltaf endilega samt. Var þar í 3 ár og heimsóttist svona 5 skóla á ákveðnu svæði og þar kynnist maður þörfinni fyrir fjarnámið og fjarnámsmenningunni frá hinum endanum, sko. En ég náttúrulega þorpari eða dreifbýlingur frá Dalvík og ég þekki svona þörfina fyrir menntun. Það er merkilegt að upplifa að koma í skólana og það voru í skóla, það voru kannski skólastjórinn var í framhaldsnámi, það voru 3 kennarar í fjarnámi grunnnáminu, 4 í framhaldsnámi í skólastjórninu, sérkennslu eitthvað svoleiðis, svo voru einhverjir skólaliðar í félagslega námi og svo var einn í sagnfræði í háskólanum og einn í íslensku og þetta var bara kennarastofunum, sjáu þið, sko. Þannig að það var dálítið magnað að upplifa hvað, og svo talaði við, sko, bæjarkristofuna eða ráðamenn, sko, sem svo að þetta væri verið dálítið vandamál, sko, því það var svo mikill kostnaður í sambandi við sveitarfélagið, sko. Það byrjaði þegar kennarar fóru og það var svo mikill kennaraskortur og það þurfti að láta til þess að fá kennara, það þurfti að styrkja það á sveitarfélagið, sko, gefa þeim frí til að fara á staðlótur suður og borga með og svona. En nú var þetta orðið svo almennt og algengt að þetta var orðið virkilega bakki á, sko, bara sveitarfélagunum af því að það gerði allir sambærilega kröfur. Þetta er svona kannski angi sem maður kynnist ekki nema maður, sko, sé á hinum endanum, það kannski er fyrir austan hérna, sé nú einn hérna austfyrning hér eða á Austurlandinu, sem þekkir þetta, sko. En ef við sitjum alltaf hérna fyrir sunnan þá fréttum við ekkert af þessu einhvern veginn, sko, svo erum við okkar turni. En hérna, já, ég er nú bara núna þessa dagan akkurat að vinna í sögu, hérna, að skrifa, sko, sögu kennaranámsins eins og hann kemur upp á sínum tíma og það er dálítið skemmtilegt. Það var skýrsla fjarkennslunefndar menntamálaráðuneytisins frá 1987. Jón Torfi skrifaði, núna forseti menntamálaráðuneytisins skrifaði, var ritari nefndarinnar og þar það svona, það var ekki komið í orð þá en það var skýrsla fýsileika fjarnáms, sko. Og þar var lagt til að niðurstöðu nefndarinnar voru þær að það mætti athuga þetta í, hérna, varðandi almenna fræðslu fyrir almenning tölvur, efla íslenskukennslu, meðferð á sjávarafla og fiskafurðum og svo kennaranám. Og kennaranámum datt man ekki í hug þá í þeirri skýrslu að það gæti orðið annað heldur en annað réttindanám eða hérna símenntun, sko, endurmenntun kennara. En ætlaðu það ekki að grunnnám kennara væri hægt að gera svona, sko. Það var 10 árum áður en þau byrjuðu, 87, sko. Já, en það bara sé að ég svona það hugan reikumlega þau töluðu en þá er þessi saga hérna dálítið merkileg og það það kemur saman, sem ég dálítið gaman að hugsa núna er sem sagt, hvernig kemur saman tækniþróun og þróun hugmynda. Hvernig það spila saman og fer mishratt. Hugmyndirnar voru fyrst komnar á undan tækninni og svo fór tæknin fram úr hugmyndunum og nú erum við að ná þessu kannski í einhverja stillingu, sko. Á tímabili held ég við höfum farið allt og hratt á bara tæknipælingum, sko. Og hugmyndirnar fylgdu ekki eftir. En fyrst þegar við byrjuðum að hugsa þetta þá vorum við að hugsa aukið aðgengi fyrir fólk, þörf þjóðfélagsins fyrir aukna menntun og nýja, það var þessi lifelong learning stemming, sko.
og svo einhverjum tímapunkti í Kemnu þegar smellur saman að Pétur á Kópaskeri tengir alla skóla landsins saman með Ísmönd og hugmyndirnar og tækniþróunin passa saman, þá farið að svara kalli landsbyggðarinnar fyrir meiri menntun, hún hafi verið þarna lengi. Það eitthvað svona, hvað þarf til þess að allt í einu sem svarar kalli sem að meiri menntun fyrir fólk í dreifbýlinu, það eins og hún hafi ekki alltaf verið þarna, sko. Heyrðu, en í hópnum voru sem sagt, það sem þessi skýrsla sem ég ætla að segja ykkur frá aðeins. Þetta nú meðan að hérna, þetta svona 25 sína skýrsla eitthvað svoleiðis, 38 blaðsíður með viðaukum. Hún komin á vef kennslumiðstöðvar og það ágætis heimildaskrá í henni sem vísar í bæði skýrslur erlendar og svona erlend yfirlits, erlendar og íslenskar, þannig að það ágætt að þetta gagnlegt plagg að mörgu leyti. Það voru Guðrún Geirsem og Rögnvaldur sem hér voru uppi áðan sem þarf ekki að kynna. Harpa Pálmadóttir var formaður nefndarinnar og hún var þá forstöðumaður kennslumiðstöðvar og hérna núna en barneignarfríi. Hætta á kennslumiðstöð í bili. Solveig Jakobsdóttir í Ástralíu núna, hún lektor í fjarkennslufræðum og held ég eini lektor fjarkennslufræði á landinu. Þorvaldur Pálmason verkefnisstjóri í KHÍ sem hefur verið í smiðjunni og ráðgjafi í sambandi við notkun tækni. Og svo það ég sjálf sem fyrirverandi íslensku kennari og núverandi uppeldis- og menntunarfræðingur og stendur landkomin í þessu doktorsnámi sem rannsaka fjarnámið. Já, hópurinn ráðgefandi fyrir verkefnisstjórn sameiningar, þetta var í tengslum við sameiningu háskólana, Háskóla Íslands og Kennaraháskólans. Og þetta var verkefnið greina stöðu mála í málefnum fjarkennslu og upplýsingatækni og móta tillögur stefnu til málaflokki. Og svo stingjum við svona niður það sem við höfðum að leiðarljósi við stefnumótunina. Sem sagt að Sameinunar háskóli finni leið til að þjóna öllum landsmönnum hvar sem þeir búa. Háskóli alla landsmanna nú á tímum, hann verður að reyna, og það ákveðin svona, hvað maður að segja, þjóðfélagsleg ábyrgð og skylda, félagsleg ábyrgð og skylda að nota þá tækni sem fyrir hendi á hverjum tíma til að geta þjónað landsmönnum öllum. Það einhvern veginn engin afsökun fyrir að sinna ekki þeim sem að vilja taka móti, vilja læra, ef við höfum leiðir til þess með tækninni og aðferðir í kennslufræðinni, þá mér finnst það ákveðin ábyrgðarskylda sem við höfum á að horfast í augu við og segja hvað getum við gert. Og það ekki eitthvað spurning það hvort að okkur finnst þetta eitthvað, hvort við höfum trú á því eða ekki. Ég hef nú enga trú á að setja kennurum að vera kennari í fjarnámi. Ég meina það ekki í boði að segja svona, sko. Við verðum bara að finna út úr því og segja við viðurkennum það, tónlistarkennaranám það bara gengur ekki, þið verðið að koma hérna suður og vera hérna í 1,5 önn. Við getum stytt ykkur leiðina, segjum við á menntavísindasviði með því að bjóða ykkur upp á þetta hérna, þessi námskeið. Og þið verðið að koma suður í stað til að læra að mála. En þið getur samt gert allt til heima, við getum hjálpað ykkur. Þannig að ekki að ímynda sér að allt sé hægt í fjarkennslu að breiða yfir vandamálin. Heldur einhvern veginn að hvað getum við gert til að reyna að koma til móts. Stefna Háskóla Íslands sem sagt var að komast í hóp bestu háskóla sem við vitum öll og í þeirri stefnu kemur fram að skólinn móti skýra stefnu í fjarkennslu og að fjarkennsla skuli efld í völdum greinum. Og af því að Guðrún nefndi skurðlækninga hérna áðan þá myndi maður kannski ekki velja það fyrst, sko. Stefnumótun KHÍ fyrir 2005 og 2010 kemur fram að gera sér ráð fyrir að minnst helmingur nemenda verði fjarnám og það búið að vera alveg, það sé ekki síðan svona 2004-05 sem svona nokkurn veginn helmingur. En þá það að telja að framhaldsnámið þannig til dæmis skipulagt núna hjá okkur að það tímar einu sinni í viku og þeir sem að geta koma einu sinni í viku og hinnir fá bara sendt út í upptöku af fyrirlestrinu, sko. Og þeir sem að vilja geta fengið umræður á staðnum og hinnir geta þekkt þetta í umræðum á netinu. Þannig að það í boði, það hægt og ég sé kannski næstu því 50% sem koma í tíman. Ef það eru 100 manna námskeið þá koma svona 40 manns og hinnir eru heima, sko. Þannig að þetta svona ákveðin sveigjanleiki líka. En það ekki útilokað að vera með þómari heim á Ísafirði. Við ásakjum þetta neðst. Styrkja grundvöld kennslu og rannsóknum fræðikannana á landinu öllu
Og þarna landsbyggð að stefna dál til inn í og efla skal sérstaklega samstarfi fræði og þekkingasetra á landsbyggðinni, þetta kom fram þarna. Aðeins bara staldra við þessi hugtök, við erum að tala um fjarnám og fjarkennslu og við notum það dál til meðvitað þannig að nemandinn í fjarnámi og kennarinn kennir fjarkennslu. Og svo talað um netnám eða online learning, net-based learning, e-learning, eitthvað svoleiðis sko. Og það er þegar netið er notað, á líklega við flest fjarnám núna og líka umsömd staðbundin nám sem að netið er notað til stuðnings. Og hérna hef ég sett líklega fellur fjarnámið í HÍ undir þetta, eins og það er núna. Það er nýlega að fara að tala um þetta blandað nám, tiltölulega nýlega í þessum þeir sem eru að skrifa útlendar skýrslur þetta og kalla þetta blended learning. Og það er sennilega það sem við höfum alltaf stuðst við í Kennó. Það er semst að hafa alltaf verið staðlótur mikilvægur. Og fyrst þegar þetta var að byrja þá voru nemendur heilar 6 vikur, sko þeir voru fyrstu nemendurnir sem byrjuðu 93 í fullu fjarnámi til B.Ed. Profs í kennarafræðum. Þeir voru 2 vikur í janúar og svo 4 í júní. Þannig að það var virkilega, sumari var notað sko. Þannig að það hefur alltaf verið þannig kannski minkað og svona ákveðin sveiflaði því fram og tilbaka en staðlótur hafa alltaf verið mikilvægur hlutur af og sérstaklega náttúrulega í listgreinum ef þið ímyndið ykkur þetta. Og eitt í sambandi við kennaranám, það er ekkert hægt að vera í kennaranámi nema maður sé í vettfangsnámi líka. Og ef maður horfir þetta á heimsvísu sem að þá er ekki verið að nota fjarnám mikið í grunnnámi kennara. Það er ekki eins mikið notað af því að menn segja, eins og í ýmsu öðru, af því að menn segja þar verðum við að hafa vettfangsnám. Það bara er ekki hægt að kenna kennurum að vera kennarum nema sé vettfangsnám. Þess vegna þurfum við að byggja upp samstarfið við eins og var í gamla daga voru það fræðslustöðvarnar, nú myndu það vera kannski símenntunarmiðstöðvar sem við í Kennáhaldi höfum ekki ræktað sérstaklega ekki nógu vel held ég. En svona í Open University í Bretlandi sem kennir kennaranám þeir eru með samninga við college eða skóla út allt land þar sem þeir hafa sérfræðing á sínum snærum til að taka vettfangsnám. Það er ekkert það að ræða, það hefur aldrei verið í Kennó að það hefur verið hægt að taka kennaranám í fjarnámi á þess að mæta oft sín á staðinu eða á þess að fara í vettfangsnám. En þetta er bara tekið út sem sérstakt vandamál við það að nota fjarnámi í meira mæli heldur en nú er gert til þess að mennta kennara út allan heim, eins og það er ofboðslega mikil kennaraskortur yfirleitt alls staðar sko. En þetta er, þeir nefna Nígeríu og Kína sem hafa gert þetta svona í stórum stíl sko, en að þetta sé samt. Þannig að þetta er þarna. Og svo bara skilgreindu við fyrir okkur hvað er staðnemi og hvað er fjarnemi og það er ekki alveg, sko maður eins og í Kennó núna, þá geta menn verið fjarnemar í einu námskeiði en menn komast ekki svona að blanda þessu saman, taka staðnámið og svo getið tekið þetta námskeið í fjarnáma því það hentar mér sko. Þannig að menn fann að blanda þessu alls mikið saman sko. Ég er fjarnemi í þessu námskeið og fjarnámi í staðnemi í hinum, skiljiði. Og hvað er í skýrslunni? Þetta bláa ætla ég að tala ef ekki hitt. Það eru tillögur fjarkennslustefnu, það er fjallað megin markmið, leiðir og útfærslur. Og pínlítill kafli tilraun til að meta kostnaðinn, ég ætla ekki að tala það. Það er svo lítið á að byggja. En við reyndum það samt, ég hafa ítrekkað beðið það sko. Það er umfjöllun þörf fyrir fjarkennslu og hvernig skólarnir hafa brugðist við. Hvernig hefur verið brugðist við þeirri þörf fyrir fjarkennslu. Hugsanleg sóknarfæri. Til að byrja þessu þarna, umfjöllun þörf fyrir fjarkennslu og hugsanleg sóknarfæri. En sleppi þessu að lýsa þróun og tilhögun fjarkennslu í KHÍ og HÍ. En það eru samt bara eitthvað sem maður getur lesið til og mjög fróðlegt fyrir þá sem eru að velta fyrir sig hvernig þetta hefur þróast. Fjarnám til að svara þörf. Í erindisbréfi var hópnum falið að meta þörf fyrir fjarkennslu og setja tillögu þar að lútandi. 3 sjónarmið ráða mest í þessu samhengi. Réttur einstaklinga og hópa varðandi aðgang að menntun óháð búsetu og aðstæðum. Þetta er bara svona í umræðunni aukin meðvitund það að þessu byrjaði á áðan að okkur beri skylda til þess að nota þá tækni sem fyrir hendi og þær þá kunnáttu í kennslufræði sem við best vitum til þess að styðja fólk óháð búsetu og aðstæðum. Það varðandi einstaklingana. Svo er það hins vegar þarfir samfélagsins. Þekkingar samfélagsins er mikið notað nú á tímum og við vísum til þess. Það er svo orðræða sem í kringum það sem
þrýstir á háskólana og skóla yfirleitt að stuðla að menntun sem til hagsbóta fyrir samfélagið, til að ýta undir þróun samfélags. Og nú svo það sjónarmið sem snúa að hagræðingu í skólastarfi, betri þjónustu við nemendur skólans, eflingu háskólanáms og samkeppnisaðstöðu. Það eru margir sem hafa byrjað að kenna hér í Háskóla Íslands til þess að stækka hópana sína, hef ég heyrt. Það eru of fáir til þess að halda uppi fyrir framboðið eftirspurnin eftir ákveðnu tegundanámi. Hún næst ekki nema að við tökum fjarnemana með. Þetta á líka við minni hópa í Kennó, að í staðin fyrir að kenna annars vegar stað og hins vegar fjár eins og alltaf boðið upp, og þá er farið fram á að slá saman. Við eigum að bjóða upp á öll námskeið í fjár og stað. En því er slegið saman og þetta er svona svipa munstur eins og hérna er það sem að fjarnemum gefst kostur á að taka þátt í námskeiðum sem eru kannski fámenn. Og svo eru alls konar hagræðing, annars konar sko. Nú svo eru það sóknarfæri, sífellt fleiri kjósa sér fjarna vegna sveigjanleika sem það býður upp á. Já, það er bara eftirspurn eftir því. Og við fáum fleiri nemendur, þetta getur verið peningaspursmál ef við fáum fjárveitingar til háskólan sem eru með við nemendafjölda, að það getur vel verið að skólinn sjái sér sóknarfæri í það að fá fleiri með því að nota þennan möguleika. Fjarnám er notað til að takast á við breytingar á atvinnuháttum. Ég er að skrifa það núna bara þessa dagana að ákveðn hátt kennurum sem voru með, það var 50% kennaraskortur á Vestfjörðum 1993 og það voru í fréttunum á hverju ári var sko talað til dæmis marga skóla fyrir vestan sem var ákveðin vandalismi, sko, það voru fréttir af því þegar að brotnar voru rúður eða ég hef þetta eftir konum sem byrjuði í þessu fjarnámi 93, þau sögðu það var óviðunandi ástandið hérna. Það var menntunarskortur og skólinn var bara, það álit skólans í samfélaginu var svo neðarlega, bæði í samfélaginu hérna okkar heima og líka í blöðunum fyrir sunnan og þá þarf að koma niðurstöðu samræðuprófuna, þá bara var allt í fári, þannig að við urðum bara að gera eitthvað. Og þær sáu þarna, tóku sér saman nokkra konur sem ég vitna ég að tala við og sáðu við urðum bara að fá kennaranám og það síðan lýsa því hvernig það nota þriggja hálfsárs kennaranám til þess að snúa ástandinu við og laga ástandin. Og það er ákvæmt alveg samfærandi, þannig að það er raunveru hægt að ímynda sér að ef við erum að takast á við hvort sem er atvinnuþróun og hvort það er skóli eða eitthvað annað, að við getum sagt, já, við höfum hérna, nú þurfum við menntun og einhvers konar þekkingu til þess að takast á við og þróa starfsemina sem við erum að taka þátt í, vinnuna og þetta er kannski ákveðin sýn sem að skóli þarf þá að hafa, sko, sem að verkfræði kannski ímynda mér ef við ætlum að þróa fiskvinnsluna hérna þá þurfum við know-howið sem er til í verkfræði og þannig að þetta býður upp á það sem ég hef fengið út úr minni rannsóknir er að það opnar augum manns fyrir samhengi og teóri og praxis, hvernig þróun starfsemi, hún kemst ekki nema vissan stað nema að fá meiri menntun inn í hana. Þannig að það er, já, ég veit ekki hvort að ég næ ekki komast til skila, en það er pælingin í hvernig þetta fólk sem ég hef talað við að nota fjarnámið hefur svona leitt mér á þessa braut hugsunar. Að það þurfum að hugsa þróun í atvinnuháttum og hvers konar menntun við þurfum að bjóða svona í einhvers konar ping-pong samhengi. Já, þetta var þróun atvinnugreina, veikist af aukinni þekkingu og færnistarfsfólk og nám með vinnu opna leið fyrir fólk að fylgjast með þróun á sínu sviði. Við höfum ábyggilega mörg dæmi þetta. Og hvað þarna eru rökin fyrir fjarskiptarísins að ýmsum toga sóknarfærin fjölmörg en mikilvægt að sjá hvar þeir liggja. Og svo tökum við þarfir samfélags og einstaklinga alltaf að hugsa hvort tveggja í einu, ekki annarkvort eða þetta er bæði og. Og hér er svona listi yfir það, fólk á landsbyggðinni, fólk sem vill stunda námvinnu, ekki heimangengt vegna aðstæðna. Nú svo er það, eins og við erum farin að nota hér, vera í fjarnámi við erlenda háskóla, taka eitt námskeið eða taka erlenda nemenda hingað. Nú svo er þetta sem nefndi áður með stað og fjær í bland og svo
sjöunda sem kannski gæti nú orðið stofnanalega vandasamt, en þetta kannski, það aukin eftirspurn eftir því að grunnskólanemar taki námskeið í framhaldsskólanum og þá geta einhverjir ímyndað sér að framhaldsskólar vilji við taka námskeið í háskóla, en þetta er punktur. Þú getur ákveðið vandamál við það svo sem. Viðbrögð þörfin í KHÍ. Og þá henni 7 punktar, það er jafnrétti. Hvernig hafa skólarnir brugðist þessari þörf? Hlutverk fjarkennslu er að auka aðgengi fólks að háskólanámi. Hvernig hafa KHÍ brugðist við þessu? Og þá reyndum við að taka dæmi og svo lýsum við þessu nánar þarna. Allt fjarnám við KHÍ hefur komið til móts við jafnrétti til náms. Hugmyndin var svo að gefa þeim sem byggja út á landi og ætti ekki heimangengt kost á. Og svo eru fleiri dæmi, nú mannfræðin komin og fleiri dæmi komin kannski henni. Og aðrir hafa hætt. Þetta gæti verið leið til að efla framhaldsnám. Það er alveg örugglega, hefur fjarnám orðið til þess að efla framhaldsnámið í KHÍ, höldum við. Og svo eru fleiri dæmi hér, við reyndum að tína til svona dæmi í þessu og gera nánar grein fyrir þessu þarna. Hvernig, að því nú þurfum við að efla framhaldsnámið, þá getur þetta verið eitt liður í því, svona að skoða möguleikana, sko. Og þetta er ekkert þannig að við séum að halda fram þar að gera nú verða allir að fara í framhaldsnám og þér er komið styttra og aðri lengra. Bara ef það er einhver möguleik þá var að pæla í því bara. Ef þetta væri hægt og alls ekki alltaf á forsendum að svara eftirspurn. Það verður að vera á forsendum skólana hvernig við ætlum að gera þetta. Við verðum að hafa rétt til að segja, sko, það bara gengur ekki að ég kenni gítarspil í fjarnámi, sko. Ég bara tek það ekki að mér, það er mín faglega ábyrgð að taka það ekki að mér, sko. Þannig ekki að svona borið á því stundum að það verið, sko, kennurum legið á hálsi fyrir að vilja ekki bara kenna allt í fjarnámi. Já, þeir eru vist að draga lappirnar þarna, sko, þeir vilja ekki kenna vist þetta málun í fjarnámi, sko. Skiljiði, við verðum að bera faglega ábyrgð hvað er hægt og hvað ekki, sko. Og við getum ekki verið að þykjast kenna tungumálanámi eða framburðarkennslu í fjarnámi ef við notum engin hljóð, sko. Þá verðum að taka meiri tækni þjónustu okkar heldur en bara talspjall, sko. Nú samvinna háskóla til að stækka nemendahóp og samnýta sérfræðinga, við höfum til okkur dæmi það, sko. Sem þarna eru tínd til sem ekki væri möguleg nema við hefðum þessa fjarnámsform og þetta eru mjög skemmtilegi þróunarverkefni eða möguleikar sem við höfum dæmi þarna. Bæði innanlands og erlendis. Nú svo getur þetta verið praktískt, ok, bara höfum þetta í fjarnámi og bara þurfum ekki endilega að vera með stundatöfluna svona, getum þetta, bara sjá möguleikan á að fara út úr kerfinu sem maður er vanur að vera í, sko. Já, hér höfum við hvað við getum boðið upp á sem er sérstakt með því að taka fjarkennslutækni í okkar þjónustu eða fjarnámshugmyndafræðina, þá getum við kennt það sem að eftirspurnir eftir hér, miðalda íslensku eða jarðvísindi hvers konar. Tókum dæmi það hérna. Þetta reyndum við sáum opbáslega og við vorum öll í nefndinni sáum mikla möguleika í þessu með að nýta betur fræðasetrin út landið. Af því nú höfum við verið að tala og ég er samt með kennamódeli, þá er þetta að gefa fólki út á landi kost á að koma og ná í til okkar, sko. En við erum með netfræðasetur út all land þar sem eru sérfræðingar og það þarf svolítið að vera að koma þangað líka og hvernig notum við það. Og þetta er sem sagt kannski ekki bara fjarnám heldur, við erum talað kannski þannig sem eitthvað sem heitir opið og sveigjanlegt nám. Að hugsa sveigjanlegra fyrirkomulag sem kemur til móts við nemendahópinn hverjum tíma og jafnvel kennarahópinn á hverjum tíma. Því nú þurfum að taka tillit til hvenær fræðasetra menn geta tekið á móti nemendahópum líka, sko. Svona ekki þessi hugsun að vera alltaf að koma til móts við einhverjar tilteknar þarfir einhverja einstaklinga heldur bitunum við, sko. Þetta er allt í samspili og já, ég er svona bara til leið á, sko. Já, hver eru þá þarfirnar og hver á að vita hver eru þarfirna? Við erum alltaf að koma til móts við einhverjar einstaklingsþarfir, sko. Ímyndaðar eða raunverulegar, sko. Þannig að við finnst bara skoðum þetta, já, finnst þér þú hafa þessa þörf og hvaða aðstæðu hefur þú þarna og hér höfum við þetta.
Við erum svolítið að tala að hugsa þetta svolítið sveigjanlegar heldur en í þeim kössum sem við höfum hingað til. Kannski notast við í háskólakennslu. Hérna dæmum það, já. Þetta kannski síðasti punkturinn, því og endurmenntunar hlutverk. Já, bara almennt að bjóða upp á að hver faggrein í háskóla taki mið af og sé í góðu sambandi við grasrótina og vettvanginn í sínu fagi og átti sig á hvar þörfin er. Það byggir svolítið á svolítið samráði og að við séum í góðum tengslum við vettvanginn, hver sem hann er, og getum brugðist við með því að taka fjarkennslutæknina og fjarkennslu hugmyndafræðina í okkar hugsa samkvæmt þeim brautum, þá getum við betur þá erum við sveigjanlegri til að svara svona þörf. Og svo, já, eins og ég sagði áðan, við vorum sérstaklega upptekin af fræðasetrunum og möguleikum sem felast í nýtingu þeirra. Þetta eru sem sagt sérfræðingar sem hafa starfsaðstöðu utan höfuðborgarinnar eftir að geta kennt frá setrinu sínum. Og einnig má benda á það sóknarfæri sem felast í auka framboð. Þessi nú bara nokkuð með komið hérna. Ja, nei, þá koma tillögurnar. Þetta voru svona, sjá hvað við förum svona dálítið reynum að kortleggja þetta svolítið breytt og opna augum fyrir þessi fjölmargir möguleikar sem við erum að tala sko. Og þó, jú, mannfræðin fór á stað í haust, vissi ég, kannski einhverju fleiri, muni fjarkennsla verða raunhæfur valkostur innan allra fræðasviða og liður í að styrkja samkeppnisstöðu. Þar var þetta ekki bara sem kostnað. Nú megin markmið, og við reyndum að vanda okkur svolítið það sem að Guðrún og Ragnhildur voru að tala áðan, að við hugsum, ekki vanda okkur, jú, við reyndum að vanda okkur, en við hugsum þetta að það sé ekki miðlæg ákvörðun, heldur verði sko frumkvæðið að koma úr grasrótinni eða út frá fræðasviðunum, en þá má miðlæga stofnun heldur ekki bregðast í því að bregðast við og gefa hvata. Við vorum svolítið að hugsa þetta sem þau enduð á, hvers konar stofnanalega umgjörð þarf til að styðja við og hvers konar hvata þurfum við til þess að þeir sem að þó hafa reynt að fara á stað gefist ekki bara upp eins og dæmi hér. Sem sagt að hvert fræðasvið sé gert ábyrgð fyrir því, lögðum við til, að marka sér stefnu, það þarf ekki að vera stórskref og það þarf ekki að vera allt, þetta er bara lítil, hvernig getum við séð á okkar sviði að þarna sé hægt að taka einhver skref. Og yfirvöldin tryggir, þessi gerir krafa að svona áætlanir séu gerðar, en veiti nauðsynlega stuðning, fjárframlög, þjónusta, sjáu þið, er ekki verið búið með tímann. Allt í lagi. Já. Og svo komum mögulega leiðir og þar gerum við líka svona förum við vel í gegnum það, hvað þarf að styðja við. Þetta er ekki sko langur texti, en þetta er samt svona tæft á þeim atriðum sem okkur finnst skipta máli. Og hérna held ég hafi endað á bara markmið áætlanir fræðasviða, en hitt er bara býður í skýrslunni. Þetta sé algjörlega ábyrgð á frumkvæði hvers svæðasviðs að huga að þessu, hvort að þeir þurfi nú að fara að taka einhver smáskref eftir hvað er hægt á hverjum stað og hverjum tíma. Og faglega ábyrgðin þarna, byggja á reynslu í KHÍ og þeirra fræðasviða þar sem fjarkennsla komi vel á stað, til dæmis í ensku, íslensku og hjúkrunarfræði, spá í þá reynslu sem er, og ég veit það hafa verið haft samband við okkur núna í sambandi við félagsráðgjöf eða námsráðgjöf eitthvað svoleiðis, og þannig að það er svona fólk í kjölfar þessari skýrslu, fólk eitthvað að fara að leita og segja já, en getum við talað saman, sko, við erum komið með dálítið öfluga reynslu. Frá 1993 erum við búin að vera með fast prógram í Kennó til dæmis, sko. Og svo kemur bara hvað lagt er til þarna, gerir framkvæmda áætlanir þróun, gerir áætlanir fjárþörf, lagða fram til samþykktar með öðrum, við reyndum að gera þetta svona stjórnsýslulega leiðir einhverjar sem að menn vissu í hvað ramma þeir vera að vinna, kanni fræðasviði sóknarfæri og þarfir á sínu sviði,
að fræðast við þrói aðferðir til að kanna reglulega þarfir í samfélaginu og eftirspurn, leggi mat á hvers konar námsform hentan, til dæmis samkennslastað og fjár. Það svo margs konar leiðir sem hafa verið reyndar, það ekki eins og þetta sé bara eitt módel, sko. Annars vegar fjarnámskeið, hins vegar staðnámskeið sem getur hentað betur á fjölmennasviðum og svo framvegis. Skerpa þarf hlutverk endurmenntunarstofnana í samvinnu við skóla við mótun fjarkennsluefni. Þetta mörgleiti hlutverk sem endurmenntunarstofnun hefur sinnt og þá koma til peningamál. Er þetta á sviði deildana eins og verð hér eða er þetta á sviði endurmenntunar þar sem að fagstéttirnar þurfa að kaupa? Þannig að það ýmislegt svona sem að það er náttúrulega að hreinsa til í. Og hér krækja. Við setjum þetta ekki bara á vefinn hjá ykkur síðan. Þá er ég búin.